Komið sæl, í dag hefur verið norðlæg eða breytileg átt á landinu og dálítið snjókoma með köflum norðan til en víða bjartviðri sunnan og vestanlands. Og á stóra yfirlitskortinu sjáum við að það er dálítið lægðadrag hér suðaustur af landinu, lægð fyrir norðan land og við Nýfundnaland er að myndast víðáttumikil lægð og næsta sólarhringinn þá gerist það einna helst hjá okkur að þetta lægðadrag grynnist og færist fjær okkur. Þannig að við verðum í tiltölulega rólegum vindi í nótt og fram eftir degi á morgun. En svo kemur þessi lægð hér nær okkur og hún er heldur að dýpka og það verður vaxandi vindur og úrkoma við suður- og vesturströndina seint á morgun og annað kvöld. En kaldast síðastliðna nótt fór niður í 11 stiga frost í Víðidal og hitinn komst hæst upp í 4 stig við suðurströndina í dag. En það er tiltölulega kalt loft yfir landinu, sérstaklega þó norðan til. Og það verður ekki mikil breyting til að byrja með í nótt og fram eftir degi á morgun. Hitinn svona frá frostmarki og jafnvel niður í 10 stiga frost inn til landsins. En seinnipartin á morgun og annað kvöld þá verður vaxandi vindur hér sunnan og vestanvert landið og lítið eitt hlýnandi. En ef við skoðum hér hvað sem gerist í nótt og fram eftir degi á morgun, þá er þetta dálitla lægðadrag hér við suðausturströndina og það grynnist smám saman og fjarlægist. Þannig að vindur verður breytilegur hjá okkur, ekki mjög hvass neinstaðar, nokkuð létt skýjað inn til landsins en skýja með köflum við ströndina bæði norðan og sunnan til. Og hádegi á morgun má gera ráð fyrir því að það gæti orðið dálítil él með suður- og suðausturströndinni og jafnvel stöku él inn á landi á Suðurlandi, einnig dálítil él með norðurströndinni en annars nokkuð bjart veður allvíða. Og hitinn svona frá frostmarki og jafnvel niður undir 10 stiga frost inn til landsins en heldur mildara hér allra syðst. Og svo seinnipartin á morgun og annað kvöld þá fer að vaxa vindur hér af austri við suður- og vesturströndina og skil frá lægðinni koma upp að landi og inn á land aðfara nótt miðvikudags og undan þeim er nokkuð hvöss austanátt og gæti jafnvel slegið í storm á stöku stað og úrkoman verður fyrst sem snjókoma eða slitta en síðan rigning. Og hádegi á miðvikudag verða skilin komin hér inn á norðanvert landið og undan þeim er nokkuð hvass vindur og verður hann hér norðvestan til hádegi en heldur farið að hægja hér sunnanvert landið. Slitta eða snjókoma með köflum norðan til og þá skafrenningur á fjallvegum en rigning með köflum eða skúrir sunnan til og hitinn heldur á uppleið í bili. Og á fimmtudag er áfram reiknað með að verði austlæg átt hjá okkur, strekkingsvindur og slitta norðvestan til og með norðurströndinni en hægari hér sunnan til og rigning með köflum en yfirleitt þurrt á norðausturlandi og hitinn áfram svipaður. Og svo á föstudag er gert ráð fyrir því að það verði breytileg átt hjá okkur, rigning eða slitta í flestum landslutum en úrkomi lítið þó að mestu á mið-norðurlandi og hitinn svona áfram frá í kringum frostmarkið eða rétt undir því og á laugardag er gert ráð fyrir því að það verði norðaustlæg átt hjá okkur með úrkomu mestallt austanvert landið og jafnvel norðan til einnig, slitta eða snjókoma og það má reikna með að þá verði úrkomi lítið á vestanverðu landinu. Og ef við lítum á önnur lönd í Evrópu þá er útlit fyrir því að það verði skúraveður bæði í Færeyjum og á vesturströnd Noregs, skýja með köflum í Finnlandi og Kaupmannahöfn en við suður við Miðjarðarhaf er útlit fyrir að verði nokkuð úrkomusamt bæði á Ítalíu og eins á Íberíuskaga þar sem reiknaði með að verði bæði rigning eða skúrir og hefur verið varað við vindi við vesturströnd Portúgals. Og á Kanaríeyjum er útlit fyrir að verði norðlæg átt og skýja með köflum og hitinn svona rétt og undir 20 stigum. En í Norður-Ameríku er lægð hér fyrir norðan vötnin miklu og snjókoma á þeim slóðum, rigning í Seattle en annars staðar nokkuð bjart og fallegt veður. En hjá okkur er gert ráð fyrir því að það verði breytileg átt, dálítil él með suðurströndinni og allra nyrst en annars nokkuð bjart veður víðast hvar. Verið þið sæl.